Við köllum þetta ábyrgu leiðina því að okkur finnst að þetta sé eina færa leiðin út úr núverandi atvinnukreppu og til grænnar framtíðar. Réttlátar, grænar lausnir fyrir almenning í landinu. Fullt af fólki hefur misst vinnuna, en við erum sannfærð að nú er tækifæri til að hið opinbera ráðist í græna uppbyggingu allt land. Það skapar atvinnu. Það örvar eftirspurn. Við viljum til dæmis stofna grænan fjárfestingarsjóð sem styður uppbyggingu á loftslagsvænni atvinnustarfsemi og grænan hátækniiðnað. Svoleiðis sjóður, hann hlúir að vaxtarsprotum og skapandi lausnum. Því að Ísland getur verið land tækifæranna. Og sem íbúi hér á jaðri höfuðborgarsvæðisins, þá verð ég að segja að ég hlakka til að sjá borgarlínu sem að við í Samfylkingunni við viljum flýta. En nýsköpun síðustu ára, hún hefur ekki síst verið í listum. Rithöfundarnir okkar, þeir eru að koma út víða veröld og tónlistarfólki það sópar til sín verðlaunum út allt og Ísland er orðið bara heimsfrægt kvikmyndaland. Þetta er allt ómetanlega verðmætt, en til þess að listir blómstri, þá þurfa listamenn að geta verið til. Og til þess að efnahagslífið og mannlífið blómstri, þá verður að auka fjölbreytni í menntamálum. Það þarf að efla starfsnám og endurmenntun. Við viljum auka framlög til launasjóða listamanna. Við viljum efla kvikmyndaiðnaðinn hér og við viljum gera listafólki kleift að draga fram lífið. Þetta er allt nátengt. Efnahagsmálin og listin og menntunin. Hlutverk stjórnmálanna, það er að hjálpa til við að greiða fyrir tengingunum. Það er ábyrga leiðin.